Já, góðan dag. Þá hefst fundur í bæjarstjórn Árborgar á öskudaginn, miðvikudaginn 5. mars 2025, hér í Grænumörk 5 á Selfossi. Mætt eru til fundarins sá sem hér stendur, Kjartan Björnsson, forseti bæjarstjórnar, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista og Álfheiður Heimarsdóttir, bæjarfulltrúi A-lista. Fyrst langar mig og fundin ritar Þórdís Sif Sigurðardóttir, bæjarritari. Fyrst langar mig að vita hvort það er einhverja athugasemdir við boðun fundarins. Og ef svo er ekki, þá göngum við beint til dagskrár og fyrsta dagskránni fyrsta mál á dagskrá fundarins viðauki við fjárhagsáætlun 2025. Þetta tillaga frá 118. fundi bæjarráðs frá 20. febrúar síðastliðinn liður 2. Viðauki við fjárhagsáætlun 2025. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka nr. 1 við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Árborgar 2025 vegna hækkunar og rekstrarsamningum Selfossvöll til þess að mæta hækkun rekstrarkostnaðar. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu sveitarfélagsins Árborgar 4,4 milljónir. Áhrif viðaukans á sveitarsjóð A-hluta eru því 4,4 milljónir og lækkar því rekstrarafgangur í A-hluta áætlaður neikvæður 513.550 krónur eftir að viðauki hefur verið samþykktur. Áhrif viðaukans á samantekin A- og B-hluta krónu 4,4 milljónir og verður því rekstrarafgangur samantekis A- og B-hluta áætlaður jákvæður 81.535.000 krónur. Það sama hér í fyrir tölunni. Viðaukanum mætt með lækkun og handbæru fé og hér eru fylgiskjölin 2 sem fylgja þessu máli og verða birt hér að loknum fundinum á alnetinu, en ég opna fyrir mælendaskrá og Bragi Bjarnason hefur óskað eftir að fá að taka til máls bæjarfulltrúi D-lista. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur sem eru mögulega að horfa. Já, svona rétt til að fara nánar yfir, það byrjum að ræða, við gerðum í rauninni, erum með í ferli og búið að klára annan, sem þess að bæði þjónustusamning Ungmennafélags Selfoss og svo þennan rekstrarsamning sem Selfossvöll. Eru búin að vera náttúrulega með samning Ungmennafélagi við sveitarfélagi í mörg ár þennan rekstur. Hann hefur ekkert hækkað á undanförnum árum og því var farið, og þessi umræð hefur náttúrulega verið í gangi með þarna Ungmennafélaginu síðan í haust, varðandi samningana. En það sem að þessi samningur bókaður náttúrulega á þá deild sem Selfossvöllur, þá láðist að gera ráð fyrir ákveðnum hækkunum þar sem getur komið út af launum eða öðrum rekstrarkostnaði sem hefur sannarlega hækkað eins og í öðrum stofnunum á þessum árum. Við fjárhagsáætlunum náttúrulega var skammtað mjög naumt til allra stofnana og það var í rauninni unnið sérstaklega náttúrulega það sem þurfti að hækka út bara út frá kjarasamningshækkunum og svona ítarleg skoðun þar sem þurfti að hækka út af rekstrakostnaði, þá sérstaklega út af föstum, kannski kostnaði eins og hita og rafmagni, og það eins með farið gagnvart Selfossvelli, en þetta þýðir í rauninni að við þurfum að biðja viðauka upp á 4,4 milljónir til þess að geta mætt þessu í samningnum, þannig að þau geti haldið áfram í rauninni bara rekstri í viðunandi aðstæðum eins og hefur komið fram í samningnum, sem hefur í rauninni verið samþykktur í bæjarráði með þeim fyrirvara að viðaukinn verði samþykktur. Þannig að þetta svona, já, rétt til nánar útskýringar það sem fellur undir í rauninni þessar 4,5 eru þessir helstu rekstrarliðir sem falla undir samningin. Síðan náttúrulega verið að vinna að langtíma samningum, því að þessi samningur bara fyrir árið 2025. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri spáskattur að taka til máls undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða þeir sem eru samþykkt þessum viðauka sem hér hefur verið kynntur að framan, vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða.
Þá það annar liður á dagskrá fundarins, yfirdráttarheimild fyrir sveitarfélagið Árborg. Lagt til að bæjarstjórn sveitarfélagsins Árborgar heimili framlengingu og óbreyttri yfirdráttarheimild hjá Landsbanka Íslands á reikningum sveitarfélagsins Árborgar að upphæð allt að 400 milljónir króna til sveiflujöfnunar í rekstri. Heimildin gildir til 12 mánaða frá 5. mars 2025 til og með 4. mars 2026. Og það sama hér, það þrjú fylgjandi mál hér sem mann geta kynnt sér betur þegar að fundunum hefur verið varpað á alnetið, en beðið hefur Morðið Bragi Bjarnason, það opið fyrir mælendaskrá. Bæjarfulltrúi D-lista. Forseti bæjarfulltrúi Ari Tilhendur. Já, þarna framlengingu að ræða á 400 milljóna króna yfirdráttarheimild með Landsbankanum sem ætlað til sveiflujöfnunar í rekstri sveitarfélagsins. Þetta auðvitað alltaf sett til varúðarráðstafanir fyrir sveitarfélag að hafa þetta þegar að mögulega eru stórar útborganir eða reikningar að geta brugðist við með yfirdrætti. Það ánægjulegt að síðastlið ár hefur varla þurft að ganga á þessa heimild fyrir utan örfáa daga í haust. Þá reyndist hún vel. Að öðru leyti sjóðstreymi staða sveitarfélagsins góð, þannig að það ekki, við gerum ekki ráð fyrir að þurfa að nota þetta, en þetta náttúrulega varúðarráðstöfun til sveiflujöfnunar ef til þess kæmi. Þannig að þetta framlengingu að ræða á þessari 400 milljóna króna heimild. Takk fyrir það. Takk fyrir Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig yfirdráttarheimildina? Ef svo ekki, þá legg ég hana fram til samþykktar eða synjunar. Þeir sem eru samþykkt því að framlengja hana vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá komið að þriðja mál á dagskrá miðtún 17, deiliskipulagsbreyting. Tillagan frá 41. fundi skipulagsnefndar frá 27. febrúar, liður 2. Mál áður á dagskrá 40. fundar skipulagsnefndar Árborgar 12.2.2025 þar sem afgreiðslu málsins var frestað. Tillaga að breyting á deiliskipulagi fyrir miðtún 17 hér með lögð fram til skipulagsnefndar. Lóðinni miðtún 17a skipt upp í 2 lóðir sem verða miðtún 17b og 17c. Á lóðunum verður heimilt að byggja íbúðir, annaðhvort einbýlis eða parhús. Aðkoma að lóðum frá miðtúnum verður á sunnanverðu og norðaustanverðu. Skipulagsnefnd samþykki fyrir sitt leyti breytingatillögu í samræmi við 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og samþykkir að tillagan verði auglýst samkvæmt 41. grein sömu laga og mælist til við bæjarstjórn Árborgar að hún samþykki tillöguna samkvæmt 43. grein skipulagslaga og til auglýsingar í samræmi við 41. grein sömu laga. Þá opna ég fyrir mælendaskrá ef einhverju vilja tjá sig þetta deiliskipulagsmál á miðtúni 17 á Langanesi og Selfossi handan árinnar. Einhverju sem vilja tjá sig, ef svo ekki, þá legg ég þetta upp hér til atkvæða. Þeir sem eru þessu samþykk vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá komið að 4. máli á dagskrá fundarins. Aðalskipulag Árborgar 20-36, breytingar 1 á ASK 2024, tillaga frá 41. fundi skipulagsnefndar frá 27. febrúar síðastliðinn liður 3, aðalskipulag Árborgar. Mál áður á dagskrá 40. fundar skipulagsnefndar Árborgar eftir auglýsingu samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem afgreiðslu máls var frestað. Tillagan var auglýst frá 12.12.24 til 31.1.25. Umsagnir bárust frá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands, Náttúrufræðistofnun Íslands, Náttúruverndarstofnun, Veðurstofu Íslands og Vegagerðinni. Engar athugasemdir bárust frá almenningi. Viðbragði helstu atriðum, ábendinga og athugasemda umsagnaraðila eru lögð fyrir skipulagsnefnd til afgreiðslu. Helstu breytingar sem gerðar eru á gildandi aðalskipulagi Árborgar 20-36 eru eftirfarandi, bæði í greinargerð og í uppdráttum. 1. Miðsvæði M3 breytist í íbúðarbyggð.
Heimilt að vera með hverfisverslun á lóðum næst hringtorgi Eyrarvegar og Suðurhóla. 2. Athafnasvæði fyrir utan á. Unnið að deiliskipulagi athafnasvæðis AT2. Gerðar eru lítilsháttar breytingar á afmörkun, afþreyingar og ferðamannasvæði AF6 vegna þess og skógræktar og landgræðslusvæðis SL1. 3. Verslunar- og þjónustusvæðinu VF8 og þeim hluta samfélagsþjónustu S5 sem nær til leikskólans Glaðheima breytt í miðsvæði. 4. Iðnaðarsvæðinu I1 að hluta til breytt í verslunar- og þjónustusvæði. 5. Settir inn iðnaðarsvæði I21 og I22 fyrir borholur hitaveitu fyrir utan á. Einnig iðnaðarsvæði I23 fyrir borholur hitaveitu og Suðurbakka Ölfusár. 6. Verslunar- og þjónustusvæðinu VF11 breytt í athafnasvæði. 7. Íbúðabyggðinni IB27 breytt tilbaka í athafnasvæði eins og var í eldra skipulagi. Á hluta af opnu svæði OP1 norðan við Sunnlenjaskóla heimilt að útbúa aðstöðu fyrir skátana. 9. Skilmálum fyrir miðsvæði M5 breytt og byggingar lækkaðar. 10. Skilmálum fyrir miðsvæði M6 breytt og byggingar lækkaðar. 11. Sýslumannstún breytt úr íbúðabyggð í opið svæði. 12. Syðsta hluta Votmúla 1, Lóustaða 1 og Votmúla 3 breytt í landbúnaðarsvæði L2 og úr L2 í L3. 13. Settir inn nýtt svæði fyrir samfélagsþjónustu í landi Stórahrauns og minnkar landbúnaðarsvæði samsvarandi. 14. Settir skilmála fyrir skuggavarp og vindvist. 15. Endurskoðuð afmörkun svæða sem vinna á rammahluta aðalskipulags fyrir. Skipulagsnefnd hefur sett upp í sérskjali viðbrögð við þeim athugasemdum og ábendingum sem bárust frá umsagnaraðilum og fylgiskjali með öðrum skipulagsgögnum vegna breytingarinnar. Breytingartillagan hefur ekki breyst að neinu ráði eftir að hún var auglýst og telur nefndin ekki ástæðu til að auglýsa að nýju. Skipulagsnefnd Árborgar samþykkir fyrir sitt leyti viðbrögð við ábendingum og athugasemdum umsagnaraðila og samþykkir einnig tillögunni í samræmi við 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og mælist til að bæjarstjórn Árborgar samþykki tillögunni í samræmi við 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og felist í framhaldinu skipulagsfulltrúa að senda skipulagstillöguna til afgreiðslu og jafnframt að senda umsagnaraðilum viðbrögð við athugasemdum. Og hér eru 5 fylgiskjöl til þess að útskýra frekar og betur þetta mál, en ég opna fyrir mælendaskrá og Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi í D-lista hefur óskað eftir að fá að taka þetta mál. Bætna þessi, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilhöfundur. Já, við erum núna, svo hefur kannski verið vinsælt að segja með þennan fyrsta hluta í aðalskipulagsbreytingum að svona í ákveðinu loka hnykk. Þetta í 4. skipti sem við tökum þetta fyrir hér og nú eftir að umsagnaraðilar hafa skilað inn sinni umsókn og við sveitarfélagið sett fram viðbrögð og það tekið fyrir í skipulagsnefnd, líkt og bara á að gera í þessu ferli. Ætla svo sem ekki að fara að taka enn og aftur svona sérstakann lið fyrir sig, en ég held að það komi fram í umsögnum og viðbragði, bara þetta greina gott frá bæði umsagnaraðilum og viðbragði, skýrt svona hvað verið að laga til í textum og annað, þannig að mér sýnist að vera bara komið orðið bara mjög flott plagg, skýrt og gott og leggjum þannig til að þetta verið samþykkt. Einföldum aðeins kannski afgreiðsluna frá því að við gerum þetta því það tekið saman umsagnir og viðbragð í fylgigagn, þannig að það alveg skýrt hvað verið að bregðast við og hvernig umsagnir þar eru og þar alveg bara alveg til að bókun í þessa veru sem nú heldur styttir við kannski að setja fram áður að bæjarstjórn samþykkir viðbrögð við ábendingum og athugasemdum umsagnaraðila og samþykkir einnig tillöguna í samræmi við 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og felur skipulagsfulltrúa að senda skipulagsstofnun tillöguna til afgreiðslu og jafnframt að senda umsagnaraðilum viðbrögð við athugasemdum. Þannig að þetta fara allt í sína réttu leið. Öðru leyti ætla ég ekki að bæta við. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja sjá sig undir þessu máli sem
hérna númer 4 á dagskrá fundarins og aðalskipulag Árborgar. Ég svona rétt aðeins svigrúm til að hugsa máli ef einhverju vilja tjá sig. Þetta hefur við að vísu rætt áður og þannig aðeins yfir þetta. En þetta eru 15 liðir hér í þessu aðalskipulagi 2036. En ef ekki vilja fleiri tjá sig þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru þessu samþykk vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í 5. lið á dagskránni miðbær Selfoss, deiliskipulagsbreyting 2024. Tillagan er frá 41. fundi skipulagsnefndar frá 27. febrúar síðastliðinn liður 7, miðbær Selfoss, deiliskipulagsbreyting. Mál áður á dagskrá skipulagsnefndar 15. janúar 2025 þar sem samþykkt var að auglýsa tillögunni í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 en var frestað á fundi bæjarstjórnar þann 5. febrúar 2025. Uppfærð tillaga og greinargerð vegna breyting á deiliskipulagi fyrir miðbæ Selfoss er hér lögð fram á ný til skipulagsnefndar. Breytingar á uppdrætti og greinargerð útgáfu 04 er eftirfarandi. 1. Nafni og skilgreining á göngugötunni Garðatröð er breytt í Torgasvæðið Menningarstræti. 2. Lóðarmörkum milli Eiravegar 1 og Eiravegar 3-5 er breytt og við það færast fermetrar í kjallara á milli lóðanna. 3. Lóðirnar miðstræti 1-27 áður 1-25 og 29-45 áður 25-37 eru stækkaðar lítillega við það að tvota út úr Menningarstræti færð undir lóðirnar. 4. Lóðin Kirkjuvegur 13 er sameinuð lóð sem áður var Garðatröð 5-11 og nú Menningarstræti 7-25. Heimilt verður að rífa núverandi hús að Kirkjuvegi 13 og nýr byggingareitur er sýndur þar. Kvöður gönguleið gegn lóðina en mörk göngustígs eru nú óbundin. 5. Lóðin Menningarstræti 1-5 áður 1-3 er stækkuð lítillega til vesturs. 6. Gerð er krafa að minnstakosti 14 bílastæði í kjallara miðstrætis 2-8 en að móti minnkar krafa stæði í miðstræti 1-25 í að minnstakosti 46 bílastæði. 7. Gerð er krafa að minnstakosti 30 bílastæði í kjallara miðstrætis 10-20 til að uppfylla þá kröfu er hámarksbyggingamagn í kjallara aukið úr 1000 fermetrum í 1500. 8. Gerð er leiðrétting á töflum í kafla 2.2 á blaðsíðu 14 í greinargerð. Gerðar eru tilfærslur á heimiluðu hámarksbyggingamagni á milli nokkurra lóða á vestursvæði. En heildarbyggingamagn er óbreytt bæði ofanjarðar og í kjöllurum að undanskildi lóðinni miðstræti 10-20 samanber lið 7 hér að framan. Á austursvæði er heimilað að byggja þriðju hæðina ofan á austurveg 8 og 10, sjá nýja sneiðingu á CC á uppdrætti og eykst því byggingamagn í töflum í kafla 2.2 þá viðbótar hæð. 9. Gerð er kvöð akstur bíla í gegnum lóðirnar austurvegur 4 og 4A, einnig í gegnum lóðirnar austurvegur 2 og 2A, niður í bílakjallara og vöru aðkomu undir miðstræti 2-8 og að lóð dreifistöðvar. Bílastæði á ofangreindu lóðu verða áfram eingöngu fyrir þær lóður og nær akstursheimildin eingöngu til bílastæði í kjallara miðstrætis 2-8 sem tilheyra íbúð þeirra lóðar, sjá kafla 2-1. 10. Lóð dreifistöðvar austurvegur 2C er stækkuð og verður 73 fermetrar. Til að tryggja óheft aðgengi til athafna í og við lóðina er sett kvöð lagnaleið, kvöð gönguleið og kvöð aðkomu þjónustubifreiða HS Veitna að lóðinni. Sjá kafla 2.3.1. 11. Gerðar eru textabreyting í köflum 2.4, 2.6.2, 2.6.4, 2.7, 3.6, 3.13, 3.15 og 4.2. 12. Bætt er við setningu í greinargerð aftast í kafla 3.2 byggingareitir. Ef byggingarheimild ofanjarðar er ekki nýtt er heimild að bæta henni við í kjallara sömu lóður svo fremið að stærð byggingareits heimili það.
13. Textan torg breytt og hluti felldur út aftast í kafla 4.9. 14. Heimild fyrir turni á Brúartorgi felld út og kafli 3.10. Kennileiti útsýnisturn í greinargerð fellur út. 15. Bætt við kvöðum lagnarleiði gegnum lóðina Miðstræti 2-8, einnig gegnum lóðirnar Austurvegur 6 og 8b, sjá kafla 2.7. 16. Bætt við kvöðum akstur í gegnum lóðirnar Austurvegur 6, 8 og 10, sjá kafla 2.1. Torgarsvæði í vistgötum aukið með frekari möguleikum fyrir innréttingar og gróður í göturýmunum en við það bílastæðum fækka lítillega meðfram vistgötum. Breyting nú eftir fyrri afgreiðslu skipulagsnefndar er eftirfarandi. Á uppdrætti við Miðstræti 10-20 stendur núna að minnsta 32 bílastæði í kjallara og við Miðstræti 1-27 að minnsta 14 bílastæði í kjallara. Breytingar á töflum á blaðsíðu 15 hættir við að fjölga fermetrum í kjallarum. Í töflum sú breyting frá auglýstri tillögu að fermetrum fækkað í Miðstræti 1-21 og 29-45 en aukið 200 fermetri í Miðstræti 10-20. Sú 30 bílastæða aukning í kjöllurum vestursvæði sem var í auglýstri tillögu því felld út. Skipulagsnefnd samþykki fyrir sitt leyti breytingartillögu í samræmi við 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og samþykkir að tillagan verði auglýst samkvæmt 41. grein sömu laga og mælist til við bæjarstjórn Árborgar og samþykki tillöguna samkvæmt 43. grein skipulagslaga og til auglýsingar í samræmi við 41. grein sömu laga. Hér eru fylgiskjöl og ég opna fyrir mælendaskrá þessar breytingar sem hér eru kynntar og Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi D-lista hefur óskað að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur, já, rétt svona til skýringar því það getur valdið ruglingi eftir að við frestuðum síðast og haldinn var upplýsingafundur fyrir bæjarfulltrúa þar sem var rakið svona nánar hvað var að gerast undir hverjum lið og svo breyting sem þeir gera í millitíðinni að fella út þessa viðbótar fermetra sem voru í fyrstu tillögu og þess vegna þetta rakið í inngöngnum að fyrri tillagan og síðan í rauninni tekið á eftir hver breytingin væri að það fellur út þetta hámarksbyggingamagn sem átti að auka 500 fermetra í 7. lið og þar að leiðandi falla út þá bílastæði sem átti að aukast leið og bara gerð breyting tilbaka. Öðru leyti er tillagan óbreytt frá í rauninni bæði kynningarfundurinn því þetta var náttúrulega nefnt þar og þannig að það er og svo var þetta þá fór þetta aftur fyrir skipulagsnefnd og kemur þar að leiðandi hingað aftur inn til samþykktar. Öðru leyti ætla ég ekki að fara, við vorum náttúrulega búin að fara vel yfir hvert lið en leggjum bara til að þetta sé samþykkt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Við erum hér í 5. máli á dagskrá fundarins miðbær Selfoss deiliskipulagsbreyting. Við verðum að ræða hér á bæjarstjórnarfundi eftir kynningar og óskir þær. Hér á milli funda eru fleiri sem vilja tjá sig, ef svo er ekki þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru þessu samþykk vinsamlegast gefið merki. Þeir sem eru því ósamþykk það er samþykkt með 5 atkvæðum B-lista og 1 atkvæði A-lista og 1 bæjarfulltrúi D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir situr hjá og Ellý Tómasdóttir og Arnar Freyr bæjarfulltrúi B-lista situr hjá og Sigurjón Vídalín og Arnar Ír bæjarfulltrúi S-lista situr hjá. Þá er það 7. mál á dagskrá fundarins. Það er deiliskipulagstillaga Hellisland 36. Tillaga frá 41. fundi skipulagsnefndar frá 27. febrúar síðastliðinn liður 8. Deiliskipulagstillaga Hellisland 36. Lögð fram tillaga deiliskipulagi fyrir íbúðalóðina Hellisland 36 á Selfossi.
Gert ráð fyrir að skipta lóðinu upp í 3 lóðir. Á lóðinni Hellislandi 36 heimilað að byggja annars vegar 3 hæða íbúðarhús alltaf 200 fermetra grunnfletti og hins vegar vinnu aðstöðu hús alltaf 70 fermetra. Á lóðunum Hellislandi 36A og 36B verður heimilt að byggja einnar hæðar hús með alltaf 150 fermetra að grunnfletti. Kvöð akstur í gegnum lóðina Hellisland 36A og að lóðinni Hellisland 36B. Skipulagsnefnd samþykkir fyrir sitt leyti tillögu að deiliskipulagi í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og mælist til að bæjarstjórn Árborgar samþykki tillöguna til auglýsingar í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þá opnaði fyrir mælendaskrá og Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi í D-lista, hefur óskað eftir að fá takandi máls. Já, forseti, bæjarfulltrúar tilnefndur, svona rétt til að fylgja eftir. Hérna gamalt mál að ræða, ef svo má segja, sem var komið það langt inn í kerfinu að mann sjá inn í gáttinni. Það var búið að stofna þessar lóðir því það sést inn í kortagrunnunum, en fór aldrei alla leið í gegn og er því endurræst bara eftir tímamörk, og í því ferli eru smávægilegar breytingar settar að í staðinn fyrir að það voru heimildir fyrir 2 hæða húsum á 36 A og B, þá fer það niður í 1 hæða hús og vinnuaðstöðu húsi er bætt við þarna í þessu ferli. Öðru leyti nú kannski svona bara snurfus og aðra bætingar á þessu skipulagi, en vildi að kemur fram, þetta er svona gamalt skipulag sem var næstu því komið í gegn hérna á ferlinu, en var endurræst og þar að leiðandi og skeiganda náttúrulega á þeirra sem leggja fram deiliskipulagi breytt í millitíð. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Bragi, eru fleiri sem vilja tjá sig? Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, hefur óskað eftir að fá takandi máls. Forseti, og getur bæjarfulltrúar og áhorfendur eða tilheyrendur. Ég velti aðeins fyrir mér í þessu máli. Ég var nú að skoða þetta í gærkvöldi og það sést í grunninum að það hefur ekki verið neitt deiliskipulag fyrir þessa lóð. Og það er mjög sérstakt að þarna er náttúrulega löngu risið þetta hús sem er verið að tala um í þessu deiliskipulagi. Lýsing, svona mjög nákvæm lýsing á útliti hússins, heimild fyrir þessu 3 hæða húsi sem er náttúrulega búið að standa þarna í nokkur ár. Mér langar bara til að spyrja, að því að nú er verið að leggja þetta mál hér fram í samþykktar, þetta deiliskipulag fyrir þessu húsi sem er búið að standa þarna í nokkur ár, að hvernig stendur á því að þetta er svona statt, þetta mál. Hvað er, ég var eiginlega með brádóldi þegar ég sá þetta í gær og ég hélt fyrst að væri náttúrulega bara verið að gera breytingu af því að það er auðvitað verið að bæta inn þarna lóðum fyrir 2 hús sem að standa ekki að, og það er svo sem, það er bara gott og vel af því að það er alveg, þetta er náttúrulega mjög stór lóð og alveg pláss fyrir fleiri byggingar þarna, en svona mér var aðeins brugðið við þegar ég áttaði mig á að við erum í rauninni að samþykkja deiliskipulag fyrir hús sem hefur staðið þarna í nokkur ár. Þannig að ég er svona aðeins að spyrja bara hversuna er málið þarna eða þannig statt. Takk. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessu máli? Bragi Bjarnason, fulltrúi í D-lista, hefur orðið. Forseti, bæjarfulltrúar tilheyrendur, já, bara góð spurning í rauninni. En nokkur allmörg ár
síðan þarna að væntanlega hefur ekki veitt þarna byggingarheimild eða byggingarleyfi 5 ár, já, búin að finna og ég var ekki komið svo langt að finna þetta í kerfinu en ég ímynda mér að það séu skýringar á því hvort sem þetta hefur farið í gegnum grenndarkynningu og verið leyft bara þessi eining og svo núna sé verið að klára í rauninni þá þarna deiliskipulagi utan allt svæðið. Þannig að ég svona ímynda mér að það sé skrefið að það hafi ekkert þarna óeðlilegt en bara mjög eðlilegt að skoða það í framhaldinu en deiliskipulagi eða ná utan þá allt svæðið og þessar viðbótarlóðir líka nú. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta Bragi. Eru fleiri sem að vilja tjá sig hérna undir þessari deiliskipulagstillögu nr. 6 í 7. máli á dagskrá fundarins? Ef svo er ekki, þá berum við þetta upp til atkvæða. Þeir sem eru því samþykk vinsamlegast gefi merki. Samþykkt samhljóða. Og þá er komið að 7. máli á dagskrá fundarins. Þetta eru breytingar og samþykktum stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins Árborgar 2022-26 og eftir því sem ég kemst næst að þá er þetta nú bara númeraruglingur sem að var hjá ráðuneytinu það hvort það ætti að vera 47. grein eða 47. og það er vísað til rangrar greinar þarna, átt að vera einu númeri hærra. Er einhverjum sem vilja tjá sig þessar tilfærslur og heldur samþykktir á breytingum stjórn og fundarsköp sveitarfélags Árborgar? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru samþykk að gera þessa breytingu, vinsamlegast gefi merki. Takk fyrir það samþykkt samhljóða. Þá er það 8. liður á dagskrá fundarins og það er fundartími bæjarstjórnar kjörtímabilið 22-26. Já, það er nú bara þannig á þessum árstíma þá er það bæði páskar og það eru ársreikningur og sitthvað fleira sem verður að svona sníða fundina að, en forseti leggur til að næsti fundur bæjarstjórnar verði 27. mars næstkomandi. Það er að segja viku síðar en hefði átt að vera. Eru einhverju sem vilja tjá sig sérstaklega þetta? Ef svo er ekki, þá ber ég upp til atkvæða. Þeir sem eru því samþykk vinsamlegast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að fundargerðum. Það er 9. mál á dagskrá ungmennaráð. 11. fundur haldinn 10. febrúar síðastliðinn. Er einhverju sem vilja tjá sig þá fundargerð? Ef svo er ekki, þá förum við í 10. mál á dagskrá. Það er skipulagsnefnd. 40. fundur haldinn 12. febrúar síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig þann fund? Ef svo er ekki, þá förum við í 11. mál á fundinum sem er bæjarráð 118. fundur haldinn 20. febrúar síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig þá fundargerð? Ef svo er ekki, þá förum við í 12. mál. Það er eigna- og veitunefnd 39. fundur haldinn 18. febrúar síðastliðinn. Þá er Sveinn Ægir Birgisson beðinn að fá að taka til máls en það er opin mælendaskrá. Forseti, bæjarfulltrúar tilheyrendur, mér langar bara að koma hérna upp og upplýsa aðeins varðandi hreinsistöðin í Geitanesi. Eins og við sjáum það eru 2 mál á dagskrá og seinna málið er hreinsistöðin í Geitanesi. Framkvæmdir hafa gengið svona ágætlega, við erum samt alveg svolítið eftir áætlun, eða 10 vikum vorum það áður en flóð urðu í ánni, sem þetta annars verið bæði í desember og janúar sem hafa tafið verkið. Mælingar sem hafa verið á staðnum
hafa aldrei sýnt eins hátt flóð og varð bæði þarna í desember og janúar og við þurfum að hækka gólfkvótann á stöðinni, hækka húsið og allt allan að meter og þetta gerist eiginlega mátti ekki gerast mikið seinna af því að þetta tefur ekki framkvæmdina per se, járnin standa ennþá uppsteypan var ekki byrjuð og það komið það langt á stöðinni sjálfri en það er vitamál að þetta mun tefja framkvæmdina auk þess er það kostnaður upp á nær 50 milljónir til viðbótar við framkvæmdina sem nú er til staðar og það er líka ofan á þetta voru krapi og klaki sem kom í flóðinu sem fór upp að þar sem stöðvarhúsið á að vera reist að það er lagt til einnig að gert verið svona leiðigarðar eða þannig til að beina klakanum í burtu til að forðast frá skemmdu við húsið þegar seinna meir verður og er gögn það og teikningur það og það er áætlega kostnaður við það sé að hámarki 5 milljónir en verður jafnvel minni ef við fáum efni á þar á góðum stöðum bara úr framkvæmdum sem sveitarfélagið nú þegar með innan sveitarfélagsins en já þetta er bara gólfkvótinn er þá að fara upp í 10,5 metra yfir sjávarmáli en flóðin voru að fara upp í 10,2 og já þetta er bara samkvæmt mælingar sem hafa verið mjög lengi og kom eiginlega bara óvart en áin er náttúrulega óverðtæknileg og þessi bæði flóð eins og væntanlega allir íbúar voru varir við flæddi þarna yfir og er bara verið ekki ráðstafinu því líka varðandi rafmagn og dælur og hvað áhrif þetta hefur á að koma skólpurinn líka út í bæði útrásinn og neyðarútrásina. Takk. Takk fyrir þetta, Sveinn Ægir og Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista og óskar að fá að taka til máls. Við erum í 12. lið eigna- og veitunefnd. Takk fyrir, herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, ég kemur undir sama lið og Sveinn Ægir. Tek undir, það var mjög heppilegt að framkvæmdin var þó ekki komið lengra á veg en þetta. Það er hægt að bregðast við og hækka gólfkvótann, þannig að við getum þá komið í veg fyrir að það verði skemmdir á stöðinni í næsta flóði. En mér langar kannski í framhaldi af þessu að benda á það að ekki hér alls löngu þá var til umræðu breytingar á aðalskipulagi sveitarfélagsins þar sem þar á meðal var lagt til að heimila byggingu bílakjallara á flóðasvæðum. Ég mælti mjög gegn því og rökum sem ég svo sem ætla nú ekki að fara að þreita fólk og að fara yfir þetta aftur en í stuttu máli þá voru þau svo að þessi á er óútreiknanleg eins og Sveinn Ægir benti réttilega á. Á þessu svæði þar sem verið að byggja hreinslustöðina, þar hafði frá því að mælingar hófust aldrei mælst hærra flóðin 8,5 metrar. En tvisvar sinnum núna í janúar þá fór flóðið upp í 10,3 tæpa annars skiptið. Þetta er næstu 2 metra munur. Og ég benti á það hér þegar við vorum að ræða þetta varðandi að heimila byggingu bílakjallara á flóðasvæðum að alveg sama hvað sveitarfélagið ætla að fara að láta skrifa inn í eitthvað gögn á deiliskipulögum varðandi einhverjar mótvægisaðgerðir gegn því að ef það myndi flæða þá er eitthvað hægt að gera þá er þetta akkurat alltaf hættan og þar með er sveitarfélagið orðið skaðabótaskylt. Þess vegna bara undirstrika það hérna aftur, ég tel að þetta hafi verið óráð og ég held að þetta maður fætt þetta út áður en að það verður of seint. En aftur bara ánægilegt að við verðum ekki fyrir tjóni í þessu flóði og að það séu eitthvað smávægileg seinkun á byggingu skólpstöðvarinnar. Takk. Takk fyrir þetta, Sigurjón Vídalín. Eru fleiri sem vilja tjá sig í þessari fundargerð? Ef svo er ekki, þá förum við í 13. mál á dagskrá fundarins og síðasta liðnum
Bæjarráð 119. fundur haldinn 27. febrúar síðastliðinn og Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi D-lista óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Mál 1 og 2 sem ég ætla aðeins að koma að upplýsa betur og opna. Við tókum fyrir mál sem er búið að vera í gangi í allangan tíma, samstarf, könnun á uppbyggingu skrifstofu fræðsluhúsnæði sem sveitarfélög hefur tekið þátt í ásamt fleiri aðilum hérna á Selfossi og það var auglýst eftir svona óformlega eftir tillögum, kannað svona hvað markaðurinn geti boðið og eins og hefur komið fram áður að koma þess ein tillaga í þeim efnum sem aðilum hefur kannski ekki litist alveg nóga vel á að fara í kostnaðarsöm og myndi kannski ekki henta sveitarfélaginu best út frá bílastæðum og fleira. Þannig að við ákváðum í rauninni í bæri að svona draga kannski út úr þessum hópi að skoða þetta meira heldur frekar einbytta okkur sveitarfélagi eða horfa bara á það sem við eigum, lóðir sem eru í okkar eigu og húsnæði sem eru í okkar eigu, hvernig við getum leyst húsnæði stjórnsýslunnar þannig, en ekki með þessu, en leið hvetjum við hina til að halda áfram og við vitum að það samtali er í gangi áfram milli þeirra aðila ýmsa aðra möguleika. Þannig að við svona fara yfir það aðeins áfram, en það stendur náttúrulega áfram til að setja samtökur reytinu sölu líkt og höfum rætt hérna áður og vinnum það áfram með þar til þærum aðilum og í því ferli. Svo veitum við ræða aðeins mál nr. 2 sem er samráðsgátt endurskoðun og regluverki jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Þetta er að koma inn aftur og heilmiklar breytingar, það hefur ekki orðað svona neinar alvöru breytingar á sjóðnum í hartnær 30 ár og löngu tímabærar og við settum fram mjög skýra bókun frá í bæjarráði svona skoðanir sveitarfélags Árborgar á því sem eru bara jákvæðar og vonandi komast sem flestar af þessum breytingum í gegn. Það myndu nýtast sveitarfélaginu Árborg allavega mjög vel, en það er alveg fyrir á því þetta verður áhrif á mörg sveitarfélög bæði til hækkunar eða lækkunar, þannig að það er alveg viðbúið að þetta muni taka svolítið tíma að vinnast áfram inn í þingi og til koma aftur til umsagnar, en við allavega settum fram bókun frá bæjarráði Árborgar sem ég vildi svona benda á og fólk geti kynnt sér. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig 119. fund bæjarráðs? Ef svo er ekki, þá er dagskrá fundarins tæmt og þetta var 54. fundurinn á kjörtímabilinu 2022 til 26, öskudagurinn, miðvikudagurinn 1. mars 25. Dagskráin er tæmt og forseti segir fundi slítið.